Já, góða kvöldi, frábært að sjá hvað góð mæting. En í kvöld þá bjóðum við sérstaklega fermingabörn velkomin og þeirra fjölskyldur. Og í kvöld verður ritningalesturinn í höndum fermingastelpna úr Kóraskóla. Það er alltaf að koma inn upp á eftir að lesa fermingaversin sín. Það er Kór Lindakirkju sem að leiðir söngin í kvöld og við píanóið núna hann Rafn Hlíðqvist Björgvinsson. Að því Óskar í leyfi. Annað ætlaði að segja ykkur, já, hugvekjan í kvöld, það eru þeir Gunnar og Hreinn sem ætla að vera með hugvekjuna, sem að verður frábær, bara að segja ykkur það. Gunnar er forstöðumaður yfir unglingastarfinu hérna í Lindakirkju og Hreinn hefur verið með honum hérna í mörg ár í því, en kannski þekkið hann Gunnar líka úr Salaskóla, en hann er kennari þar líka. En þeir koma hérna upp á eftir. En þið bara takið endilega vel undir bæði í söngum og messusvörum öðru. Þessu verður öllu varpa hér upp. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman bæna vertu Guð Faðir. Segjum við Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd í hafni. Amen. Þú
Þá biðjum við saman miskunnarbæn. Drottinn miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Þá með þið rísa á fætur. Ég segi dýri sig Guð í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Þá vil ég bjóða fermingarstelpunar velkomnar upp á svið og það alltaf að segja versin sín. Ég heiti Birta, fermingaversið mitt en ávöxtur andans kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Hæ, ég heiti Emilía og fermingaversið mitt ljúflyndi ykkar verður kunnugt öllum mönnum Drottni eina. Ég heiti Freyja og þetta fermingaversið mitt. Á grænum grundum lætur mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Ég heiti Elísa, þetta fermingaversið mitt, því að þín vegna biður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegi þínum. Ég heiti Sara og þetta fermingaversið mitt. Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldur. Glæsilegt, ef ekki gefa þeim gott klapp. Lofa Guð
Já, kraftur í þessu. Þá með þið sem auðvelt með rísa fætur og heyrum heila Guðspjall. Að þessu sinni það stutt en segir mikið. Það gullna reglan. Allt sem þér vilja aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Mikilvægasta reglan, ekki satt. En með öðrum orðum, hljóðan svona, komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðri komi fram við þig. Þetta hefur við nú aldeilis rætt mikið í vetur og haldið ekki að heimur væri betri ef við myndum öll hafa þetta bak veirað og koma fram við aðra eins og við viljum að aðri koma fram við okkur. En þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við skulum standa áfram og játa trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilara, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Heimilin að
til að kveikja mér. Þá vil ég bjóða Gunnar Hrein velkomna. Gjörið svo vel. Sæl og blessuð, það er gaman að vera með ykkur hér í kvöld. Ég heiti Hreinn, þetta er Gunnar og við ætlum að flytja hérna hugleiðingu kvöldsins sem er saga sem að við höfum mikið notað í okkar starfi, í unglingastarfinu hér í Lindakirkju eða í Vatnaskógi, það sem við höfum unnið mikið og við erum með myndir úr bókinni sem sagan er skrifuð í og það er með smá tenging við þessa kirkju af því að sóknarprestur Lindakirkju, séra Guðmundur Karl, hann þýddi þessa bók en hann gerði ekki myndirnar, hann er mikill listamaður en við ætlum að fá að nota myndirnar úr bókinni aðeins til að styðjast við söguna. Og eins og ég segi, hún heitir Þú ert frábær og við ætlum að fara af stað hér í Vimmabæ. Þetta eru Vimmarnir og Vimmarnir, þeir voru eins margir og þeir voru ólíkir hvorum öðrum. Það voru smávaxnir spýtukarlar og allan daginn þá gerðu Vimmarnir það sama. Þeir gengu á milli og gáfu hverjum öðrum stjörnulímiða og svarta bletti. Hæfileikaríkir Vimmar, þeir fengu stjörnulímiða á meðan að þeir sem að kannski gerðu mistök eða klúðruðu hlutunum fengu svarta bletti. Og þetta gerðu Vimmarnir daginn út og daginn inn. Hæfileikaríkir Vimmar, þeir gátu gert ýmislegt eins og sjá má. Hæfileikaríkir Vimmar, þeir gátu til dæmis stokkið mjög hátt og fengið stjörnu fyrir það. Þeir gátu líka dansað ballett. Og fengið stjörnu fyrir það. Þeir gátu meira sér líka bara þulið upp öll helstu frægustu leikritin. Að vera eða ekki vera, hvað er verið? Og fengu stjörnu fyrir það. Þeir gátu meira segja að fara í splitt. Eða viltu? Og þá fengu þeir svartan blett fyrir þessi mistök. Þetta gerðu Vimmarnir. Og sumir sem að gerðu mistök og fengu svarta bletti á sig, fengu oft bara svolítið mikið af þeim. Og einn af þeim sem að fekk svolítið af svörtum blettum var hann Gussi. Hann reyndi að stökkva hátt en honum mistókst og hann datt bara. Og þá fekk hann svartan blett. Sjáuð hann, sjáuð hvað er mikill aumingi, hann gæti ekki einu sinni stokkið, og bara datt hann á rassinn. Hann reyndi að segja einhverja góða sögu, sniðuga sögu, en klúraði endinum. Og fyrir það fekk hann svartan blett. Gussi, hvernig getur ekki kunnað þennan venjulega tómatabrandara eins og allir aðrir? Þú ert svo mikill lúði, maður. Og eftir ákveðin tíma, þá var hann komið mjög marga svarta bletti, hann Gussi. Og hann var farin að fá svarta bletti bara fyrir það eitt að vera með svona marga svarta bletti. Og fólk var leiðilegt við hann og það sem verið er að hann var farin að trúa þessum neikvæðu röddum sem að voru að kalla á hann daginn út og daginn inn. Ég er ömurlegur. En einn daginn þá sá hann límmiðalausan spýtukall, límmiðalausa spýtustelpu. Hún var hvorki með svarta bletti né svarta límmiða. Og hann sá að þegar Vimmarnir komu og ætlaði að líma á hana stjörnur, þá duttu það bara af. Alveg eins þegar að Vimmarnir ætlaði að líma á hana svarta límmiða, þá duttu þessir svörtu límmiðar líka bara strax af henni. Og Gussa langaði að vita meira, þannig að hann fór til hennar og gaf sig á tal. Halló? Hvað heitir þú? Ég heiti Lúcia. En þú? Ég heiti Gussi. Ég var að spá af hverju þú værir ekki með neina svarta bletti eða gylltar stjörnur á líkamannum. Já, það er nú ekki sérstaklega flókið, Gussi minn. Sjá til, á hverjum einasta degi, þá fer ég upp á hæðina hérna fyrir ofan þorpið í húsi til hans Eli.
Og við spjöllum aðeins saman og ræðum daginn og veginn og þess vegna ég ekki með neina bletti eða stjörnur á mér. Býtu, það allt sem þarf? Það bara að fara að tala við eitthvað kall upp á einhverju hæð. Getur þú ekki bara sagt mér hvernig þú losnaðir við þetta allt saman? Nei, veistu hvað, Gussi minn? Þú verður sjálfur að fara og tala við Elí. Og ég skal segja það, hann að bíða eftir þér. Bíða eftir mér? En vill hann eitthvað að tala við mig? Og leið hann var búinn að sleppa orðinu var Lúsía horfin og Gussi fór heim til sín og hann hugsaði þessi orð sem að Lúsía hafði talað við hann. Og þegar hann horfði út gluggann og sá vimmana í Vimmabæ vera límandi á hvorn annan, stjörnumiða og blettalímiða, þá sagði hann: Þetta ekki sanngjarnt. Ég vil ekki vera með þessa bletti á mér. Ég fer og tala við Elí. Og strax daginn eftir þá gekk hann upp hæðina að stóra húsinu og þegar hann kom þar inn þá var allt risavaxið í kringum hann. Fæturnir á borðinu voru á stærð við hann og hann varð svolítið hræddur. Hann var það hræddur að hann ákvað að flýta sér út. Og leið og hann ætlaði að fara út og var komin á hurðinni þá heyrði hann sterka rödd kalla á sig. Gussi! Gussi minn, komdu hérna. Veistu hvað ég heiti? Hvurslags spurning þetta, Gussi? Auðvitað veit ég hvað þú heitir. Ég bjóð þig til. Komdu nú hérna, leið mér að sjá þig. Gussi minn, þú ert allur útataður í svörtum blettum. Já, ég veit það. Ég alveg ómögulegur. Það sama hvað ég geri, þá klúðra ég öllu og þá koma hinni vimmarnir og líma þetta á mig. Já, en, Gussi minn, það skiptir bara nákvæmlega engu máli hvað þeim finnst. Það sem skiptir máli hvað mér finnst. Og mér finnst þú vera frábær. Ég? Frábær? Já, ok. Ég kann ekki að hoppa, ég klúðra tómatabröndurunum, málingin að flagna að mér. Hvað í ósköpunum svona gott við mig? Gussi minn, þú ert einstakur, eins og allir hinir vimmarnir. Og það skiptir nákvæmlega engu máli hvað þeim finnst. Það skiptir máli hvað mér finnst og það skiptir máli hvað þér finnst sjálfan þig. Já, veistu, ég hitti nefnilega eina stelpu sem var ekki með neina stjörnur og enga svona svarta bletti á sér. Ég veit það, hún sagði mér frá því. Já, það? Já. Og ástæðan fyrir því að þessir límiðar og þessar stjörnur festast ekki á henni af því að hún ekkert að pæla í því hvað öðrum finnst sig. Hún gerir mistök eins og allir aðrir en það allt í lagi. Hún frábær eins og hún og þú ert frábær eins og þú ert, Gussi minn. Veistu, ég veit ekki hvort að ég trúi þessu. Nei, Gussi minn, en einn daginn þá myndu gera það. En þangað til skaltu koma til mín á hverjum degi og við getum rætt saman. Mundu það, mér þykir vænt þig og mér finnst þú frábær alveg eins og þú ert. Og þegar hann heyrði þessi orð, þá labbaði Gussi út af smíðaverkstæðinu og hugsaði: Þetta kannski bara alveg rétt hjá hún. Ég kannski bara frábær eins og ég Og þegar hann hugsaði þetta, að þá datt einn svartur blettur af honum Gussa. Og það enda sagan. Og mér finnst þetta mjög falleg saga. Hún á líka mjög sterka tengingu við Guðspjall dagsins, sem gullna reglan. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöru yður, það skuli þér og þeim gjöra. Og það eitt lykilorð í gullnu reglunni sem orðið vilja. Það vilja allir að það sé komið vel fram við sig. Og það vilja allir að þeim sé sýndi virðing. Og þess vegna sýnum við öðrum virðingu og kurteisi og góðvild. Að vilja þetta sterka orð. Ég held að sé við hæfi að enda á orðum sem voru sögð í, sennilega einni bestu barnabók sem skrifuð hefur verið, Bán-Símon. Og þetta eru góð orð til þess að hafa í huga í hvert skipti sem við efumst okkar eigið ágæti og höldum að við séum ekkert, góð. Því að við erum hugrækkari en við trúum, sterkari en við lítum út fyrir að vera og gáfaðari en við höldum. Guð bless ykkur og gangi ykkur vel í lífinu.
Amen. Jæja, þá koma bænastund. Fannst ykkur hugvekjan ekki frábær? Maður bara ennþá að melta þetta. Við höfum þann háttin á hér Lindakirkju. Við eigum bara hljóðastund og berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn á meðan að kórinn syngur bænasálma meðan. En svo vil ég líka benda á bænaaltarið sem að mér sýnst vera komið þangað. Það er hægt að kveikja kertum fyrir bænarefnum eða skrifa á miða bænarefni og stinga í raufina á altarinu og svo er beðið fyrir öllum bænarefnum hérna á 50-dagsmorgnum. Sem þekkir mig
Við skulum biðja saman. Já, góðu Guð, viltu blessa okkur hvert og eitt og viltu mæta okkur á þann hátt sem við þurfum og viltu gefa okkur hugrekki til að vera við sjálf og sjá okkur og hvert annað með þínum augum. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju og við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur eða einsemd og allar bænir okkar felu í bænir sem þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða að lokum hjá okkur, en mér langar að þakka Gunnari og Hreini fyrir þessa frábæru hugleiðingu og fermingastelpunum fyrir að koma upp og lesa versin sín. Það þarf hugrekki til og þetta er að fara út fyrir þægindaramann og eins og ég sagði við þegar maður gerir eitthvað sem maður hræddur við, stígur inn í óttan, þá stækkar þægindaraminn. Það er bara þannig. Ekki þægindaraminn stærri? Ég vissi það. Þetta verður auðveldara, enn miklu auðveldara næst. Heyrðu, en þá megið bara rísa á fætur og þykja blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sín ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Jesú blessa nafni. Amen. Svo með ég bara til ykkur og við fáum loka lagið. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow.
gonna need somebody to lean on. Ha, já, ég ætla að segja eitthvað. En þú mátt alveg halda á að spila, já. Allavega, bara frábært, takk Gísli. Og í Lindakirkju er þannig við erum bara frjáls. Ef við viljum standa, þá megum við standa. Ef við viljum sitja, þá megum við sitja. Þetta er bara frjálst. Heyrðu, takk æðislega fyrir kvöldið í kvöld. Og ég kveð ykkur eins og venjulega með þessum orðum. Förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já,